gengum við til annars liðar á dagskrá þessa fundar sem tillaga Bjarkar Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa að Reykjavíkurborg sniðgangi í innkaupum sínum vörur frá Ísrael á meðan hernám Ísraelsríkis á landsvæði Palestínumanna varir. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir tekur fyrst til máls. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar. Það mér mikill heiður að fá að leggja hérna fram mína síðasta tillögu í borgarstjórn. Ég hef ákveðið að leggja fram tillögu að sniðganga ísraelskar vörur á meðan á hernámi Ísraelsríkis á landsvæði Palestínumanna varir. Það var send út tillaga sem ég hef breytt eilítið til hins betra og sendt öllum borgarfulltrúum og skrifstofustjóra borgarstjórnar þannig að hún sé rétt, en tillagan svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að fela skrifstofu borgarstjóra í samvinnu við innkaupardeild Reykjavíkurborgar að undirbúa og útfæra sniðgöngu Reykjavíkurborgar á ísraelskum vörum meðan hernám Ísraelsríkis á landsvæði Palestínumanna varir. Sniðganga af því tagi sem hér lögð til friðsamleg aðgerð til þess að hafa áhrif á stjórnvöld í ríkjum þar sem mannréttindi eru ekki virt og alþjóðasamþykktir að engu hafðar. Undanfarin ár hafa sífellt fleiri einstaklingar, samtök, sveitarfélög og ríki tekið upp sniðgöngu gagnvart Ísrael og það ríkir almennu vilji til þess að aflétta hernámi Ísraelshers í Palestínu. Fólk vill að alþjóðalög og alþjóðasamþykktir ráði ríkjum í landinu helga sem og víða veröld. Fólk ekki bara að hugsa hag Palestínumanna. Við vitum að það ríkir aldrei friður hjá hernámsþjóð og því þarf að aflétta hernáminu til þess að friður geti ríkt bæði í Ísrael og Palestínu. Það þekkt hvernig viðskiptabann og andstaða almennings allan heim gegn aðskilnaðarstefnunni í Suður-Afríku aflétti henni. Það gott dæmi ríki þar sem sniðganga í viðskiptum og ýmiss konar öðrum samskiptum, svo sem á sviði íþrótta og menningar, breyti ekki bara viðhorfi fólks, heldur aflétti ógnarástandi sem beindist að fólki á grundvelli kynþáttar og var þar með skýlaust mannréttindabrot. En af hverju verið að nefna hér fordæmi Suður-Afríku? Jú, ástæðan sú að aðstæður eru margt líkar í Palestínu í dag og ríktu hjá svarta meirihlutanum í Suður-Afríku á tímum aðskilnaðarstefnunnar. Bæði Nelson Mandela og Desmond Tutu létu málefni palestínsku þjóðarinnar sig varða. Desmond Tutu hefur meðal annars sagt: Ég hef séð kerfisbundna auðmýkingu palestínskra karla, kvenna og barna sem hernámslið Ísraelsmanna beitir. Sú niðurlæging mjög svipuð því sem við svarta fólkið upplifðum í Suður-Afríku. Hann hefur líka sagt, hann Desmond Tutu, frelsið fengum við með friðsömum aðgerðum fólks heim allan, ekki síst viðskiptabanni. Þá eru þekkt ummæli Nelson Mandela: I know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. Eða frelsi okkar í Suður-Afríku ófullkomnað án frjálsar Palestínu. Fyrir þá sem ekki mögulega þekkja til, langar mig til að segja aðeins frá aðskilnaðarstefnunni Ísrael sem ríkir gagnvart Palestínumönnum á grundvelli uppruna. En slík aðgreining óheimil samkvæmt mannréttindasáttmálum heimsins og samkvæmt mannréttindarstefnu Reykjavíkurborgar sem innkaupareglurnar byggja á. Við vorum að samþykkja að taka til okkar 1,5 metra hluta af 168 kílómetra löngum Berlínarmúrnum illræmda sem klauf þá góðu borg á sínum tíma og skildi að fólk og fjölskyldur. Þá sögu þekkjum við mæta vel og munum vafalaust öll eftir gleðinni 1989 þegar hann féll. Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu verður fullbyggður 810 kílómetrar. Núna hann rúmlega 700 kílómetrar. Þó svo landamærin séu bara 200 kílómetrar. Ástæðan að hann hlykkjast allan Vesturbakkann og að mestu eða 85% inn á palestínsku landi.
Hann kemur í veg fyrir að Palestínumenn geta sótt vinnu út fyrir sína heimabyggð og eða heimsótt vinnu og vandamenn utan síns svæðis. Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu er ekki bein lína eftir landamærum, heldur umkringir hann borgir og bæi. Alþjóðadómstóllinn í Haag úrskurðaði í 9. júlí 2004 að byggingu múrsins skyldi tafarlaust hætt. Hann skyldi rifinn og fórnarlömbum byggingu hans, meðal annars þeir sem höfðu mist hús sín, jarðir og atvinnu, skyldi tafarlaust vera greiddar bætur. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna krafðist þess líka í lok ársins 2004 að framkvæmdum Ísraelsmanna yrði hætt tafarlaust. Síðan þetta var, hefur aðskilnaðarmúrinn lengst hundruðir kílómetra. Við erum að tala að aðskilnaðarmúrinn í dag er jafn langur vegalengdinni frá Reykjavík að Egilsstöðum, vegalengdinni frá Reykjavík að Egilsstöðum. Tillaga þessi gerir ráð fyrir að fela skrifstofu borgarstjóra í samvinnu við innkaupardeild Reykjavíkurborgar að útfæra og undirbúa sniðgöngu á ísraelskum vörum. Lögfræðingar borgarinnar telja að þessi samþykkt sé í fullu samræmi við innkaupastefnu borgarinnar. Þar sem kveðið er á í 5. grein að Reykjavíkurborg skuli í innkaupum sínum taka tillit til gæða, umhverfis og mannréttindasjónarmiða. Virðing fyrir mannréttindum sem er fótum troðin undir hernámi er grunnurinn að umræddri tillögu og því í samræmi við fyrrgreint ákvæði innkaupastefnu Reykjavíkurborgar. Áhrif tillögunar á viðskipti borgarinnar eru óveruleg þar sem við kaupum ekki mikið af vörum frá Ísrael. Þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af álíka viðskiptahagsmunum og nýlegt viðskiptabann á Rússland sem að Ísland hefur samþykkt. Með samþykkt tillögunar er Reykjavíkurborg að styðja rétt Palestínumanna til sjálfstæðis og fullvalda ríkis innan landamæranna frá því fyrir 6 daga stríðið árið 1967, en frá þeim tíma hefur öll Palestína verið hernumin í 48 ár. Í raun er borgin ekki að gera annað en að árétta ályktanir Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 242 og samhljóða ályktun Alþingis viðurkenningu á fullveldi og sjálfstæði Palestínu frá 29. nóvember 2011. Þá er Reykjavíkurborg að láta í ljós vanþóknun sína á aðskilnaðarstefnu stjórnvalda í Ísrael sem bitnar bæði á palestínskum íbúum í Ísrael og hertöknum svæðunum og á Ísraelsmönnum sjálfum. Verst þykir mér hvernig þessi aðskilnaðarstefna og þetta hernám bitnar á Ísraelsmönnum og hvernig andstaðan við trú þeirra hefur aukist víða heim. Ég hef ekkert á móti gyðingdómi né Ísraelsmönnum vegna þess að við getum ekki verið á móti því, en maður getur verið á móti þeirri stefnu sem að hluti þeirra aðhyllist sem að er síonismin. Sniðganga af því tagi sem hér er beitt er friðsamleg aðferð, eins og ég sagði áðan, og er til þess eins að hafa áhrif á stjórnvöld í Ísrael þar sem mannréttindi eru ekki virt og alþjóðasamþykktir að engu hafðar. Hér í borgarstjórn erum við að fela skrifstofu borgarstjóra og innkaupadeildar Reykjavíkurborgar að undirbúa og útfæra svona innkaupabann. Leiðirnar sem finnast verða væntanlega lagðar fyrir borgarráð, en í undirbúningi þessarar tillögu þá sá ég ekki hvaða leiðir yrðu farnar, en auðvitað þarf að skoða það hjá þeim sem að sjá innkaup og það regluverk sem að það tengist. Ég vona að borgarstjórn geti samþykkt þessa tillögu þannig að við séum ekki eftirbáttar Alþingis sem samþykkti samhljóða viðurkenningu á sjálfstæði og fullveldi Palestínu. Ég legg þetta hér fram og eins og greinargerðin sem er óbreytt. Ég veit ekki hvað skrifstofustjóri borgarstjórnar segir hvort það þurfa að leggja fram breytingatillögu. Ég held ekki því í rauninni er þetta verið að setja þetta kannski í eðlilegan farveg innan borgarkerfisins þannig að skrifstofa borgarstjóra í samvinnu við innkaupadeild sé ábyrg fyrir því að útfæra þessa sniðgöngu.
En þetta er mín lokatillaga hér inni og ég vona að hún hljóti jákvæða og málefnalega umræðu. Takk. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu og lokið við að gera grein fyrir lítt breyttri tillögu sinni. Þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góði borgarfulltrúar. Ég þakka Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúa fyrir að fara hér yfir þessa tillögu sína og gera grein fyrir henni og hennar rökstuðningi á þeirri tillögu sem sett hér fram að bæði af góðum hug og mikilli þekkingu borgarfulltrúans á málefnum Palestínu sem hún hefur verið, þekkir vel til og ætlar sér að vera, eins og hún hefur sagt frá opinberlega núna á næstunni, að hjálpa fólki þar. Þannig að ég gef mér það á baku tillögu borgarfulltrúans sé væntanlega svo vissa að með því að útiloka viðskipti við Ísraela þá sjá Ísraelar að sér í framtíðinni í sambúðinu við Palestínu og það dragi úr átökum. Og það væri óskandi að svo væri. Því að vandamálið hefur stigmagnast og illska og hatur að báða búa sem að kynnt undir af þröng sínum árásagjörnum einstaklingum báðum megin frá. En ég velti fyrir mér ef að lausnin væri útilokun viðskipta eins og hér er verið að leggja til, þá myndi væntanlega Palestína líka hætta viðskiptum við Ísrael eða ekki, en þar á milli eru mikil viðskipti. Ég fletti því upp í gögnum Evrópusambandsins og reyndar fann ég ekki neitt nýrra en frá 2012, en á því ári voru vöruviðskipti milli Ísrael og Palestínu upp á 4,3 milljarða bandaríkjadollara. Þar af meiri útflutningu frá Ísrael til Palestínu en rétt tæpur milljarður bandaríkjadollara frá Palestínu til Ísrael. Ég velti líka fyrir mér hvort að tillaga borgarfulltrúans snýr bara að vöruviðskiptum. Eins og kom fram hjá borgarfulltrúa Björk Vilhelmsdóttur, þá kannski hefði það ekkert svo mikil áhrif. Ég reyndar veit það ekki, það fylgir ekki greining með, það fylgir ekki með yfirlit yfir það hvaða áhrif þetta myndi hafa, hvaða vörur þetta eru, hvort að við erum einhvers staðar með einhvað í okkar kerfi sem er algjörlega háð þessu eða ekki. En hvað með annan innflutning en á vörum? Hvað með ferðamenn? Hvað með Ísraeli sjálfa sem koma hér sem gestir, gista hér í borginni og fara landið? Hvað áhrif hefði þetta á það? Viljum við líka að sjá til þess að við séum þá ekki að fá heimsóknir frá Ísraelum? Eða myndum við með því að samþykkja svona sniðgöngu á vörum, að værum við þá ekki að senda þau skýru skilaboð að við vildum ekkert sjá þetta fólk hér sem okkar gesti í okkar vaxandi ferðaþjónustu? Hvaða áhrif, ég velti upp, hvaða áhrif hefði þetta þarna? Ég velti fleiri fyrir mér. Þó að það megi kannski segja að það eigi ekki að tengja það saman, ég vil samt gera það. Hversu samkvæm erum við sjálfum okkur bara hreinlega í viðskiptum við lönd í heiminum? Við viljum vaxandi viðskipti við Kína. Það eru mikil mannréttindabrot ítrekuð í Kína. Eigum við að vera samkvæm sjálfum okkur og taka þetta alla leið? Ég velti fyrir mér að því að eins og ég sagði hér í upphafi, ég veit að tillaga borgarfulltrúa Bjarkar Vilhelmsdóttur sett fram af mjög góðum hug og hún telur að hún samþykkt tillaga gæti breytt ástandinu til hins betra eða haft áhrif á það. Ég er ekki viss um það. Aftur ætla ég að vitna í Evrópusambandið og í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þar sem að
að ég fletti upp rannsókn það sem verið að fjalla viðskipti milli landa og það var verið að fjalla það meðal annars í samhengi við frjálst flæði vöru milli Palestínu og Ísrael. Það sem svo ég vitni í stofnunina sem heitir Center for Economic Policy Research, að þá vitnar framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í það að hún sýni fram á ítrekað að það að stuðla að auknum viðskiptum milli landa dragi úr átökum og hafi jákvæð áhrif. Nú hefur Evrópusambandið ekki ástundað þetta alls staðar, til dæmis núna varðandi Krímskaga, en engu að síður er þetta það sem að þarna kemur fram og enda skipta lönd Evrópusambandsins ekkert lítið við Ísrael. Það 40% útflutnings frá Ísrael til landa Evrópusambandsins. En það mun hafa verið gerð samningur árið 1994, ég þekki ekki hvernig honum reyti svo af, að það sem var frjálst flæði vöru milli Palestínu og Ísraels að undanskildum 6 landbúnaða vöruflokkum. Kannski þekki borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir betur hvernig staðan á þeim viðskiptum eða þeim samningi. En að þessu sögðu þá finnst mér einhvern veginn allt benda til þess að ástandi batni ekki við það að draga úr viðskiptum eða hreinlega koma í veg fyrir þau. Og maður velti fyrir sér ef að Palestínumenn sjálfur ætla frekar að auka viðskipti við Ísrael og Ísraela við Palestínumenn. Akkur ættum við þá að vera að hætta viðskiptum við Ísrael? Eitthvað vit í því? Ættum við ekki frekar að leggja okkur lóð á vogarskálina við að auka viðskipti bæði milli okkar og þessara þjóða og milli þessara þjóða? Þannig að þetta í mínum huga allt annað mál heldur en það sem Alþingi samþykkti samhljóða eins og borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir sagði hér áðan sjálfstæði og fullveldi Palestínu. Mér finnst einmitt að sjálfstæði og fullvelda þjóð eigi að geta verið í viðskiptum við aðrar sjálfstæðar og fullvelda þjóðir og það það sem að að gerast. Þannig að lokum vil ég taka það fram að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins getum því miður, þó þetta sé síðasta tillaga okkar ágæta borgarfulltrúa Bjarkar Vilhelmsdóttir, þá getum við því miður ekki stutt þessa tillögu og við boðum bókun sem við munum þá kynna hér í lok fundar reikna ég með. Og ég vil segja að lokum að það sem að okkar mati þarf ekki viðskiptabann eða sniðganga vörur, heldur þarf að byggja brýr. Og viðskipti eru eitt besta brúargerðarefni sem til Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég virði skoðanir sem ekki eru mínar, þannig að ég ætla nú ekki að fara í andsvar við borgarfulltrúa Halldór Halldórsson, heldur bara einungis svara þeirri spurningu að sjálfsögðu getum við sem ekki Íslendingar lokað landinu fyrir Ísraelsmönnum og munum aldrei vera með einhver mótmæli gagnvart einstaklingum. Þetta snýst ekki það, heldur að hafa áhrif á stjórnvöld og svo veit ég að palestínsku yfirvöldin úti í Ramallah eru að reyna að setja á viðskiptabann við Ísrael. Þannig að þeir sjálfir eru að reyna að vera sjálfbærari eigin vörur og þetta snýst eiginlega einungis vöruviðskipti því að Ísraelar eru hluti af svona einhverjari þjónustutilskipun sem að við sem EES-land erum hluti af. Þannig að þetta varðar vöruviðskipti og skilaboð það og við viljum sniðganga Ísrael en ekki Kína vegna þess að Ísrael hefur brotið fleiri samþykktir Sameinuðu þjóðanna en nokkuð annað ríki og með aðra þjóð undir hernámi. Og það það sem við erum að gefa skilaboð en ekki annað. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið að veita andsvar, þá andsvarum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon.
Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil fyrst áður í fjallum sjálfa tillöguna, þá vil ég þakka Björku Vilhelmsdóttur fyrir mjög gott samstarf í borgarstjórn. Eins og gengur gerist þá er fólk ekki sammála um alla hluti, en margt af því sem hún hefur fjallað hefur verið mjög gott framlag til málana, ekki síst í þeim málaflokki sem hún hefur starfað í lengi, velferðarmálunum. Og það hefur líka verið mjög ánægjulegt með Björku að hún hefur ætíð lagt áherslu á jákvæð samskipti við fólk í öllum flokkum, ekki síst okkur í Sjálfstæðisflokknum, og lagt mikla áherslu á að láta deilur og skoðanaskipti einstök málefni stjórnmálanna ekki hafa áhrif á persónuleg samskipti. Lagt sér fram að eiga góð persónuleg samskipti við alla borgarfulltrúa, og þar mættu sumir aðrir borgarfulltrúar sitt hvað af henni læra. En að tillögunni og varðandi sniðgöngu eða hálfpartinn viðskiptabann á vörur frá Ísrael á meðan á hernámi Ísraelsmanna á landsvæði Palestínumanna varir. Þá vil ég koma þeirri skoðun á framfæri að við erum í borgarstjórn. Það má deila hvað borgarstjórn á mikið að vera að tala alþjóðamál. Flestir borgarfulltrúar eru væntanlega samlað það að minnst meginhlutin okkar tíma í að fara í að sinna sveitarstjórnarmálum og laga það sem aflaga fer í borginni. En þótt við auðvitað höfum öll okkar skoðanir á alþjóðamálum og því sem að gerast í heiminum. Mér finnst þessi tillaga, mér finnst ekki hægt að samþykkja hana, tek undir með Halldóri Halldórssyni borgarfulltrúa að því leyti. Þetta eru gífurlega flókin mál og það eru ráð og nefndir auðvitað út í heimi sem fjalla þetta stöðugt og ekki enn komnar að niðurstöðu. Og mér dettur ekki í hug að halda því fram að það sé hægt að komast hér að niðurstöðu í einhverju 20 mínútna ræðu. Það þarf þetta miklu meira til þess. En slík tillaga til ég að hafi ýmsa annmarka, bæði til dæmis ákveðna tæknilega. Þegar að tala hernám Ísraelsríkis á landsvæði Palestínumanna varir, þá væntanlega átt við Gaza og Vesturbakkann. Ég held samt að Palestínumenn, að minnst kosti ekkur þeirra, haldið fram að hernámið sé víðtækara. Jafnvel þótt Ísraelsmenn yfirgæfu Gaza og Vesturbakkann bara á morgun. En þessar landsbyttur voru hernumdar í kjölfar eða í stríðsátökum. En jafnvel þó að Ísraelsmenn hættu að hlutast til að herna með þessi svæði, þá býst ég við að ekkur í Palestínumenn myndu samt haldaði fram að það væri samt áframhaldandi hernám. Það sem gerir þessi mál fyrir botni Miðausturlanda, eða þetta Palestínuvandamáli mjög flókið, er það að það og hefur alveg frá byrjun verið mjög umdeilt hvaða landsvæði Ísraelsmenn hernámu og hvaða svæði hernámu ekki. Og það eru þetta miklu fleiri heldur en Gaza og Vesturbakkinn þar undir. Þannig að í þessari tillögu felst lít ég svo á, í þessari tillögu felst ekki bara eitthvað Gaza og Vesturbakkann, heldur það í rauninni að endurskoða öll landamæri Ísraels. Hún er flókin bara vegna þess. Eins og í mörgum stríðsátökum þá það erfitt að taka afstöðu. Ég held að sé mjög erfitt að segja að í þessum átökum þá hafi Ísraelsmenn alltaf rangt fyrir sér og Palestínumenn alltaf rétt fyrir sér og líka öfugt. Það er líka erfitt að segja að Palestínumenn hafa alltaf rétt fyrir sér og Ísraelsmenn rangt fyrir sér. Hvað erum við að tala þegar við tölum Palestínumenn? Erum við að tala þá herskáfustu sem fylgja ekki einu sinni í stjórnvöldum að málum og teljast ekki undir þau heyra? Eða erum við að tala stjórnina í Palestínu hverju sinni? Þetta er allt saman mjög flókið. Þessi múr auðvitað kemur manni mjög illa fyrir sjónir, sérstaklega vegna ákveðin samjöfnaðar við Berlínarmúrinn. En þessi illa þokkaði múr, hann var þó settur upp af Ísraelsmönnum til þess að draga úr hryðjuverkum og árásum á þá. Og ég minnst las það að það hefði dregið mjög úr hryðjuverkum í ísraelsku landi eftir að þessi múr var reistur. Þannig að þetta er auðvitað ógeðfellt að sjá slíkan múr, en maður aðeins að veltaði fyrir sér
hvaða ástæður lágu því til grundvallar hann er reistur. Þessar deilur verður þetta ekki leystar svo glatt, en ég hef samt svona borið þá von í brjósti að því meiri jákvæða samskipti sem geti átt sér stað á milli Ísraelsmanna og Palestínumanna, þeim mun styttra sé ég að eitthvað skona lausn finnist á málinu. Við sjáum það bara út um allan heim að á því nú hugsjón Evrópusambandsins meðal annars grundvöldu á að eftir því sem viðskipti verði meiri og viðskipti verði greiðari þá fækki stríðsátökum. Menn vilji með öðrum orðum ekki ef þeir sjá viðskiptavin í einhverju sinni standa andspænis, þá sé líklega að menn fari í vopnuð átök. Og eitt helsta ágreiningsmáli milli Ísraelsmanna og Palestínumanna snúast einmitt efnahagsleg samskipti. Ísraelsmenn eru með mun þróaðra efnahagslíf heldur en Palestínumenn og margir Palestínumenn voru með störf Ísraelsmegin landamæranna eða landsins, hvernig sem má skilgreina þau, og ein af þeim illa þokkuðu refsiaðgerðum sem Ísraelsmenn fóru gjarnan í og standa sennilega með einhverjum hætti við núna eru að meina Palestínumönnum að koma yfir til Ísraels eða yfir á ísraelska landsvæði skilgreinda og starfa hjá ísraelskum fyrirtækjum. Þessar refsiaðgerðir Ísraelsmanna að banna mönnum að vinna hjá sér og þiggja laun, þau höfðu mjög mikil áhrif á Palestínumenn og komu þeim í mjög efnahagslega slæma stöðu og voru líka illa þokkaðar af ákveðnum stjórnmálafóringjum og hugsuðum í Ísrael sem bent á það að menn ættu frekar að undirbyggja viðskipti, undirbyggja það að menn getu farið yfir þennan múr og unnið hver hjá öðrum, flestum tilvikum Palestínumenn sem voru þá að vinna í ísraelskum fyrirtækjum, og menn ættu að greiða leið viðskipta sem mest. Það væri svona helsta vonin til þess að því viðskipti eru ekki miðstýrð í eðli sínu. Viðskipti þeir allt kemur til alls á nótum fyrirtækja, jafnvel á persónulegum nótum, þannig að þeim er ekki miðstýrt, þannig að það veri líklegast til þess að málin kannski þokust í rétta átt væri að auka viðskipti frekar en að draga úr þeim. Síðan, en hins vegar skil ég alveg þessa hugsun, að beita einhvers konar viðskiptabanni eða sniðgöngu til þess að hafa áhrif, í þeirri von að hafa áhrif á stjórnvöld. Og við höfum hins vegar það er ekki góð reynsla af því almennt. Ég held að viðskiptabann sé ekki almennt viðurkennd leið til að hafa slík áhrif. Við sjáum að nú er nýlokið meira en hálfrar aldar viðskiptabanni Bandaríkjanna gagnvart Kúbu. Það hafði ekki mikil áhrif og ég er viss um að þegar sagnfræðingar framtíðarinnar gera upp þetta tímabil þá komist þeir flestir þeirri niðurstöðu að þetta viðskiptabann hafi orðið til þess að samskipti ríkjanna versnuðu. En þetta hafði sjálfur sér ekki mikil áhrif á pólitíska stöðu kommunista á Kúbu nema ef eitthvað var að styrti þá í sessi jafnvel. En ef að menn vilja fara út í það að nota þessa leið til þess að hafa áhrif á erlend stjórnvöld, þó kannski í litlu sé, þá sé ég ekki annað en að ef við gerum það, þá verðum við að vera sjálfum okkur samkvæm. Við verðum að vera sjálfum okkur samkvæm og beita slíkum viðskiptaþvingunum, ekki bara gagnvart Ísrael og mannréttindabrotum sem þar eru framin og í Palestínu. Það verður líka að gera það annars staðar. Það má fara rök fyrir því að það séu miklu verri mannréttindabrot framin annars staðar, og er það ekki rétt að við setjum viðskiptabann á þau lönd líka? Ég held ekki. Ég held að frjáls viðskipti og frjáls miðlun hugmynda, menntunar, lífskoðana og svo framvegis sé dropinn sem hólar steinin og komi góðum hugmyndum á milli landa og geri það að verkum að harðstjórn minnki. Það höfum við bara dæmi í okkar nútíma sögu. En þrátt fyrir það, þá eru mannréttindabrot framin mjög víða heim og ekki bara í einræðisríkjum. Það má alveg finna lýðræðisríki líka þar sem mannréttindabrot eru framin. Og ég sé ekki annað en ef við ætlum að fara að hefja slíka sniðgöngu á gagnvart einu ríki, þá verðum við að vera sjálfum okkur samkvæm
Við myndum ekki vilja vera sökuð um gyðingandúð vegna þess að við varum að bara beita sniðgöngu af það ríki. Við viljum væntanlega koma fram við alla menn, hvort sem það eru ívilnandi eða íþyngjandi aðferðir, og þá yrðum við bara að væntanlega fela okkar mannréttindaskrifstofu, starfsmönnum þar, að leggja mat á mannréttindabrot í heiminum og stýra síðan innkaupum okkar í sambandi við það. Og þá velti ég fyrir mér, eins og þá reikar hugurinn auðvitað til iðnveldisins Kína, sem er að verða eitt mesta, ef ekki mesta, iðnveldi í heimi. Ég er viss um að margar vörur sem við notum dagsdaglega og ekki síst í borginni, þær koma þaðan, eða öðrum ríkjum þar sem jafnvel mannréttindi eru brotin. Nú, ef við tökum samanburðinn, ekki ætla að draga úr því að þeim brotum sem Palestínumenn hafa orðið fyrir, en þau eru sér líka stað til dæmis í Kína. Kína er alræðisríki sem kerfisbundið sniðgengur grundvallarmannréttindi þegnanna. Það er brotið gegn réttindum eins og tjáningafrelsi, félagafrelsi, fundafrelsi og trúfrelsi. Ef að kínverski kommúnistaflokkurinn telur að slíkt ógni alræði flokksins í landinu. Og þrátt fyrir nýlega breytingar þar á æðsta valdakerfi, þá verður ekki séð að verið sé að slaka á klónni. Það bera vitni nýlegar skýrslur Human Rights Watch, sem sagt alþjóða mannréttindavaktarinnar, og einnig skýrsla samtaka sem á því að segja sé mannréttinda- og lífsskilyrðavaktin. Það eru kínversk mannréttindasamtök, og þar í þeirri skýrslu frá þeim er því haldið fram fullum fetum að ástand mannréttindamála í Kína hafi ekki verið verra í rúman aldarfjórðung eða síðan 1989. Í skýrslunni er lýst versnandi ástandi mannréttinda síðustu árum og aðgerðir og sagt að aðgerðir gegn andómsmönnum og mannréttindahópum færist þar í aukana. Aðgerðir stjórnvalda verða stöðugt grimmilegri og ómælegri. Þetta er bæði beint ofbeldi að ræða, en líka óbeint ofbeldi, andlegt ofbeldi, ofbeldi sem felst í því að maður á ekki sömu möguleika á vinnumarkaði og í háskólanámi ef maður kemur í fjölskyldu sem ekkur eru gagnrýnt stjórnvöld. Og eitt af mörgum dæmum þau vinnubrögð sem stjórnvöldar beita er málefni mannréttindafrömuðarins Cao Xun Lee á síðustu árum. Hún var framarlega í hópi þeirra sem gagnrýndu stjórnvöld en gerði það ætíð friðsamlega. Hún var svipt ferðafrelsi og sett í stofufangelsi fyrir þær sakir að hyggjast sækja alþjóðlega ráðstefnu mannréttindamál í Kína sem haldin var á vegum mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna í Genf. Henni var haldið í stofufangelsi. Hún veiktist alvarlega, var sjúk, og í nokkra mánuði neituðu stjórnvöld henni aðgang að heilbrigðisþjónustu, jafnvel þótt henni ætti við alvarlega veikind að stríða. Það var loksins þegar hún var mjög alvarlega veik, hafði verið veik á mánuðum saman, hefur losið mjög alvarlega leik sem leyfi festist að fara með hann úr stofufangelsinu á sjúkrahús, en þar lést hún nokkrum dögum síðar vegna þess að henni hefði ekki verið komin nógu fljótt til hjálpar, og hún lést í mars 2014. Þetta er aðeins eitt af ótal mörgum dæmum sem lesa má á heimasíðu þessara samtaka sem ég vitna til málefni einstakra andómsmanna sem verða fyrir ofsóknum stjórnvalda. Eigum við að láta slíkt óátalið? Ég segi nei, alls ekki. Ég dáðist á vissan hátt af því á síðasta kjörtímabili þegar að þáverandi borgarstjóri okkar Jón Gunnar, hann tók málefni andómsmanna í Kína upp við kínverska sendinefnd sem hér var stödd, og hefði þetta verið betra fært í prótókollum, en þetta var bara, það er sjálfsagt að við tökum upp slíkar umræður við menn sem koma frá stjórnvöldum í Kína ef við höfum tök á því. Vona núverandi borgarstjóri gera það einnig. En vil ég viðskiptabann á Kína með sömu rökum og eru farið fram í þessari tillögu, þá eigum við líka að sniðganga vörur frá Kína. Ég er viss um að við kaupum margar vörur frá Kína, og ekki vantar litteratúrin frá fjölmörgum virtum samtökum í ræðu og riti og á netinu þar sem það kemur fram að þetta er málulegt. Nú, það má segja, og mannréttindasamtök telja það, að ef við teljum mannréttindabrot í magni
Það er hægt að telja mannréttindabrot með ýmsum hætti. Ef við teljum því í magni, þá eru sennilega flest mannréttindabrot í heimi framin í Kína. Og Kínverjar reka utanríkisstefnu, þeir hernema Tíbet. Það er hernám sem hefur lengi við lýði og þar er hernáminu framfylgda mikilli hörku og mannréttindabrotum. Ef við erum að tala um hernám landa, þá er alveg rök fyrir því að setja viðskiptabann eða viðskiptasniðgöngu á Kína. Vil ég slíka sniðgöngu? Nei, ég held að ég vil hann ekki. Ég held að þrátt fyrir allt þá vonast ég eftir því að það verði ákveðin þróun átt til frjálsra viðskipta og mannréttindi í heiminum, og ég held að frjáls viðskipti stuðli að því að aðrar hugmyndir komast inn, og gerum við vonur um það að eftir því sem Kínverjar eiga meiri og frjálsari samskipti við útlönd og hinn vestræna heim, þá styttist í að einhvers konar lýðræðisbætur gætu litið ljós þar eystra líka. Því það að við eigum bara ekki að minnast á þetta við Kína, alls ekki. Við eigum að nota öll tækifæri til að segja Kínverjum hug okkar, fjalla um þetta á fundum eins og þessum. Við eigum auðvitað að passa, gæta okkur á því að gera okkur ekki ódælt við þá. Ég velti fyrir mér að ég man ekki betur en að núverandi borgarstjóri, þáverandi oddviti Samfylkingarinnar í borgarstjórn, hann hafi þegið boðsverð, ferð í boði kínverska stjórnvalda. Í þessu samhengi, við erum kannski ekki að fjalla mikið um utanríkismál hér, en ég verð að segja að mér finnst slíkar boðsferðir eða ferðir í boði stjórnvalda sem ástunda mannréttindabrot í jafn ríkum mæli og Kínverjar hafa gert, mér finnst það ógeðfellt, en hver getur haft auðvitað sína skoðun á því, og minnstakosti ógeðfellt á svipuðum tíma, og hér koma fram tillögur um það að við höfum að setja viðskiptabann á eitt ríki vegna hernáms þess á öðru, eða eins og ástand er fyrir botni Miðjarðarhafs mjög flókið. Þá sé ógeðfellt að á sama tíma séu borgarfulltrúar úr sama flokki og þess sem kemur slíka tillögu að þykja boðsferðir á vegum alræðisstjórna. Ég verð að segja það að mér finnst það ekki fara saman, og þegar maður stillir þessum dæmum saman, það verður hægt að taka dæmum fleiri löndin en Kína. Þá verður ég að segja það, mér finnst, ef að slík tillaga verður samþykkt hér í dag, þá finnst mér að það verður mjög auðvelt að væna borgarstjórn hræsni og tvískinnung í þessum málum, að á sama tíma og menn séu tilbúnir að setja viðskiptabann eða sniðganga vörur frá einu landi út af mannréttindabroti þess, að þá sé þessi öll önnur land sem fremja mannréttindabrot, það sé ekki vikið að þeim og ekki með sama hætti rétt að setja viðskiptasniðgöngu á þau, og á sama tíma séu jafnvel borgarfulltrúar að þykja boðsferðir til þeirra landa. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu, þá er borgarfulltrúi Halldór Auðarsson. Háttvirtur borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mun taka þátt í þessari umræðu tillöguna hér á eftir, en vegna orða borgarfulltrúans að þá er hann væntanlega að vísa til ferðar sem að ég þáði á sameiginlegan fund Evrópusambandsins og stjórnvalda í Kína sem fulltrúi eða fyrir milligöngu sambands íslenskra sveitafélaga á síðasta kjörtímabili, og er gerð grein fyrir á heimasíðu borgarinnar undir yfirlit yfir hagsmunatengsl, enda setti ég þessa ferð þar inn. Ég hef einnig haldið erindi á Expo í Shanghai ásamt Ken Livingstone, fyrrverandi borgarstjóra í London, og er sammála borgarfulltrúanum að afstaða okkar til mannréttinda þarf að vera mjög skýr, og kom mjög skýrt fram á minni hálfu á báðum þessum fundum. Vilji borgarfulltrúum fá upplýsingar þessa ferðir frekari, þá er ég fús að veita þær, en hann hefur hingað til ekki séð ástæðu til að gera athugasemdir þetta. Ég held að sé það bil 5 ár síðan. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nei, ég hef ekki gert athugasemdir við þessar ferðir svo ég muni fram að þessu.
að minnst kosti ekki opinberlega. Mér hefur myndist alveg á mörkunum að auðvitað borgarfulltrúar séu að þiggja slíkar boðsferðir frá alræðisstjórn erlendir sem kannski heimsmeðhafi í mannréttindabrotum. En ég hef ekki ekkert athugasemdir við það, en hins vegar ég geri athugasemdir við það núna vegna þess að í samhengi hlutana, vegna þess að hér liggur fyrir tillaga að við beinlinis, við beinlinis förum í viðskiptasniðgöngu eða viðskiptabann vegna mannréttindabrota eins ríkis. En ef að slíkt gert, þá held ég að óhjákvæmilega þá verði borgarstjórn að gæta samræmis og fara viðar út í þetta. Og eins og ég segi, ég held að það verði mjög auðvelt að saka okkur um hræsni og tvískínung í slíkum málum með slíks til að vera samþykkt með við það hvernig við þá höfum okkur gagnvart öðru ríkjum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Það er andsvörum lokið og Halldór Auðar Svansson tekur næstur til máls, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, tillagan sem að hér liggur fyrir, sem lokatillaga borgarfulltrúans Bjarkar Vilhelmsdóttur og sem að hún mælti hér skurulega fyrir, sé ég og maður var svo sem hægt að segja sér það fyrirfram ekki með öllu óumdeild. Það hefur maður líka heyrt í samtölum við fólk eftir að þessi tillaga kom fram og meðal annars flokksfélaga mína og svo innan borgarstjórnar. Það sem er náttúrulega umdeilanlegt í þessu er aðferðin. En ég held að það séu allir sammála í samræmi við ályktanir alþjóða samfélagsins, Sameinuðu þjóðanna og afstöðu íslenska ríkisins að styðja beri við sjálfstæði og fullveldi palestínska ríkisins og þrýsta á að látið verði af hernámi. Og þarna náttúrulega að ræða öflugt ríki sem að beitir yfirburðum sínum og fer þarna í trássi við vilja alþjóða samfélagsins fram gagnvart öðru ríki með hætti sem að ég held að flestir geti tekið undir að sé óásættanlegur, óháð öllum öðrum vinklum á þessu áratugalöngu deilumáli. Og hér auðvitað eins og rakið í greinargerð verið að vinna í anda innkaupastefnu Reykjavíkurborgar, vísa þar í 5. grein hennar, þar sem að kveðið er á að Reykjavíkurborg skuli í innkaupum sínum taka tillit til gæða, umhverfis og mannréttindasjónarmiða. Svo náttúrulega alltaf, eins og hér hefur kannski verið rakið, alltaf spurningum hvað það þýðir nákvæmlega og hvernig nákvæmlega á að taka þetta tillit og hvernig hægt að vera sjálfum sér samkvæmur í heimi þar sem að eru ríki, alls konar ríki sem að fremja því miður alls kyns mannréttindabrot og ég held að heimurinn fari að sumu leyti versnandi hvað þetta varðar eða kannski harðnandi skulum við segja. Nú sáu margir fyrir sér að með falli Sovétríkjanna og endalokum kalda stríðsins myndi renna upp friðartímabil í alþjóðasamfélaginu og það gerði það hríð en núna virðist sverfa þar til stáls og ríki virðast aftur þurfa dálítið að neyðast til að taka dálitla afstöðu þar með hverjum þau vilja standa. Hlutleysi er frekar erfitt þegar svona stendur á. Svo hefur hér verið rakin saga Kínverja, ríkisstjórnar þeirra og þeirra mannréttindabrota, innlimun á Tíbet og svo framvegis. Allt það er hægt að taka undir. En af því að hér er minnst á ferðir borgarfulltrúa þá er náttúrulega liggur fyrir að ráðherrar núverandi ríkisstjórnar hafa sótt allavega mennta- og menningarmálaráðherra hefur sótt opinberlega Kínverja heim ríkisstjórn og átt þar í viðræðum. Það er kannski auðvelt að saka hvern sem hræsni sem að
kýs að taka eitthvað svona út sérstaklega og hvað með allt hitt, hver eru prinsipin í þessu og hvað þýðir þetta nákvæmlega, er þetta rétta leiðin? Mér finnst ekki rétt alveg nákvæmt í þessu samhengi að tala viðskiptabann. Þetta auðvitað sniðgöngu eins opinbers aðila sem Reykjavíkurborg að ræða, það ekki verið að banna neinum öðrum neitt. Þetta fyrst og fremst tákngjörningur borgarinnar þess efnis að hún hafi þessa afstöðu og taki þannig undir með alþjóðasamfélaginu og íslensku ríkisstjórninni hvað varðar afstöðu til hernámsins í Palestínu. Og ég lít á þetta og fulltrúar í meirihlutanum hafa tekið undir það. Þannig að þetta gefi tilefni, eins og hér hefur verið rakið í ræðustól af öðrum, gefi tilefni til að fara kannski yfir nákvæmlega hvað þessi stefna þýðir varðandi innkaupin að taka skuli tillit til mannréttindasjónarmiða og að þessi tillaga setji þar ákveðið fordæmi. Og þetta sé nokkuð sem að með þessari stefnumörkun gefist, eins og ég segi, fullt tilefni til að við förum bara ítarlega yfir það hvar við viljum standa í þessum efnum. Og að því tilefni þá ætla ég að lesa hér upp bókun sem að settir fram af fulltrúum Samfylkingar, Vinstri grænna, Bjartara framtíðar og Pírata. Hún svo hljóðandi. Brýnt að taka afstöðu gegn þeim mannréttindabrotum sem ríkisstjórn Ísrael stendur fyrir á landstæði Palestínmanna og þrýsta þannig á að látið verði af hernáminu. Rétt að árétta að með samþykkt tillögunnar sett fordæmi fyrir sambærilegum þrýstingi á aðrar ríkisstjórnir sem ekki virða mannréttindi eða fullveldi annarra ríkja. Almenn ákvæði mannréttindasjónarmið í innkaupastefnu borgarinnar ættu þó að tryggja sanngjarna viðskiptahætti svo ekki þyrfti að taka afstöðu með afmörkuðum hætti og hér gert. Takk. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Björn Blöndal, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér lokatillögu Bjarkar Vilhjálmsdóttur, borgarfulltrúa, sem að hún flytur hér og eins og Bjarkar von á vísa, þá flytur hún tillögu sem að vekur umræðu, vekur fólk til umhugsunar. Hún er ekkert einföld, þetta ekki klippt og skorið og þetta ekkert moð. Þetta setur marga í vanda, þetta gerir marga glaða, einhverja reiða og það lýsir kannski borgarfulltrúa Björk Vilhjálmsdóttir ágætlega. Hún hefur svona ákveðinn eiginleika á að kalla fram töluvert breytt litróf tilfinninga hjá fólki. Enda er hún mikil tilfinninga manneskja sjálf. Ég er alveg sammála borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni sem að sagði hér að hann var ekki viss að þessi tillaga myndi ná tilætluðum eða fullkomnum árangri. Og kannski bara ein leið til að komast að því. Það er ekki markmið þessara tillögu að koma í veg fyrir að ísraelskir borgarar sækja okkur heim og það ekkert sérstakt markmið þessara tillögu að skaða einhvern á sérstakan hátt. Þessi gjörningur fyrst og fremst táknrænn og það hefur nú þrátt fyrir allt, alveg sama hvað hver segir, þá hefur það nú sýnt sig að viðskiptabann getur verið öflugt tól til að berjast gegn kúgun og óréttlæti og það að sniðganga vörur með þessum hætti, það
getur verið yfirlýsing sem að vekur fólk til umhugsunar og er það alveg eflaust. Mér finnst það ekkert óeðlilegt að sniðganga vöru ríki sem hefur hertekið annað land með þessum hætti og ég líti á það sem friðsamleg mótmæli. Mjög friðsamleg mótmæli, satt að segja. En það getur verið ansi snúið að velja bestu leiðina til að berjast gegn óréttlæti og stríði og hernámi og kúgun og fleira. En ég held að versta leiðin sé að gera ekki neitt. Og ég held að versta leiðin sé að hugsa sig alveg í hvítuna og óttast það að friðsamleg mótmæli eins og þessi geti hugsanlega ekki virkað eða gert einhvern reiðan eða einhvern vitlausan reiðan eða eitthvað svoleiðis. Ég held að við eigum að nýta okkur stöð okkar til þess að vera óhrædd að gera hluti eins og þessa. Og við eigum ekki það er ekkert óeðlilegt að við metum samskipti okkar við erlend ríki út frá frammistöðu þeirra í mannréttindamálum. Við sem að sitjum hér í borgarstjórn, við eigum að láta til okkar taka í fleiri málum en það sem við verðum að fjalla okkar eigin bakar. Við eigum að láta til okkar taka, við eigum að láta rödd okkar heyrast í alþjóðlegu samhengi. Og með því að samþykkja þessa tillögu, borgarfulltrúa Bjarkar Vilhjálmsdóttur, þá erum við vissulega að því. Það skapast alveg örugglega umræða þessa tillögu. Og það getur vel verið að einhverjum finnist hún vitlaus. Og það er mjög líklegt að einhverjum finnist hún góð. En hún er allavega tilraun til þess að gera eitthvað. Og hún er klárlega til þess fallin að vekja athygli á því mikla misrétti og því mikla óréttlæti sem er verið að beita Palestínumenn. Og Ísraelsmenn verða þetta bara að vakna og átta sig að þetta gengur ekkit upp. Það getur vel verið að það eigi við Palestínumenn líka. Það þarf tvo til í deilu. En það er allavega mjög svona, sá sem deilir bara við sjálfan sig, hann er nú kannski betur settur. En ég styð þessa tillögu og ég styð líka heilshugar þessa bókun. Ég styð það að við látum almennt til okkar taka í alþjóðamálum og við höfum skoðanir á hlutunum. Og ég vona að þó að sé ekki annað, að þá gárum við vatnið aðeins með því að samþykkja þetta hér. Takk fyrir. Björn Blöndal borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Skúli Helgason tekur næstur til máls. Borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúa Björk Vilhjálmsdóttur fyrir að flytja þessa tillögu. Hún er í hennar anda, djörf, kallar á sterk viðbrögð og ólík viðbrögð. Það er fínt að fá slíka tillögur hingað fram og alveg nauðsynlegt. Ég lít svo á að þessi tillaga sé lögð fram sem viðleitni borgarstjórnar Reykjavíkur til þess að styðja baráttu Palestínumanna fyrir því að fá að lifa eins og annað frjálst fólk í sínu landi án ofsókna, ofbeldis og hvers kyns mannréttindabrota. Stjórnvöld í Ísrael hafa reist múra, bæði raunverulega og pólitíska á milli þessara þjóða, Ísraelsmanna og Palestínumanna, múra sem eru tákmynd ótta, fordóma, aðskilnaða stefnu sem að gengur gegn öllum hugmyndum okkar hér á Vesturlöndum samfélög sem að byggja á mannréttindum og virðingu fyrir margbreytileika, mismunandi menningu og uppruna. Palestínumenn hafa í áratugi búið við hernám og mannréttindabrot sem ganga gegn reglum þjóðaréttar og ályktunum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Árið 1988 lýstu frelsissamtök Palestínu yfir stofnun Palestínu ríkis og kölluðu eftir friðarumleitunum sem myndu byggjast á tveggja ríkja lausninni svokölluðu og frá þeim tíma hafa tæplega 140 ríki viðurkennt Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki.
flest ríki Afríku, Asíu, Suður-Ameríku, nokkrar Austur-Evrópuþjóðir og síðan 3 ríki Vestur-Evrópu. Þar reið Ísland á vaðið sem fyrsta ríki Vestur-Evrópu sem viðurkenndi sjálfstætt ríki Palestínu og það var fyrir minn haft stór stund að vera þingmaður á Alþingi Íslendinga 29. nóvember 2011 þegar að Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu þáverandi utanríkisráðherra. Rétt 64 árum upp á dag eftir að allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti ályktun nr. 181 þar sem gert var ráð fyrir stofnun ríkja bæði Araba og Gyðinga í Palestínu og meira segja kveðið á að stofnun þessara ríkja ætti að koma til framkvæmda eigi síðar en 1. október 1948. Eigi síðar en 1. október 1948. Og það síðan magnað og kannski eitt það sorglegasta í sögu Vesturlanda á síðustu árum að stórveldi Vesturlanda upp til hópa hafi ekki haft siðferðist þrek til þess að fylgja eftir þessari sameiginlegu ályktun á vettvangi allsherjarþingsins og litið undan kerfisbundið meðan Palestínumenn voru ofsóttir í eigin landi. Ályktun Alþingis fól í sér að ríkisstjórninni var falið að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki innan landamæranna frá því fyrir 6 daga stríðið árið 1967 til samræmis við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna það ár þar sem Ísrael ber að draga tilbaka her sinn frá svæðunum sem voru hernumin í 6 daga stríðinu það ár. Í ályktun Alþingis þá skoraði Alþingi á Ísraelsmenn og Palestínumenn að leita sátta með friðarsamningum og lagði fram kröfur á hendur beggja deiluaðila að láta af öllum hernaði og ofbeldisverkum og virða mannréttindi og mannúðarlög. Þessi samþykkt Alþingis vakti athygli á erlendum vettvangi og þar sýndu við að smáríki geta haft áhrif á alþjóðavettvangi ef þau hafa kjark til að taka frumkvæði og ryðja braut sem fjölmennari ríki kunna að víla fyrir sér að taka af mismunandi ástæðum, til dæmis flóknum hagsmunatengslum heima fyrir. Ísland ruddi brautin í Vestur-Evrópu 2011, Svíþjóð fylgdi í kjölfari 2014 og 7 önnur ríki hafa fylgt í kjölfarið. Nú síðast Vatíkanið í maí síðastliðnum. Hér er lagt til að Reykjavíkurborg leggi sitt litla lóð á þessa vogarskála. Alþjóðasamfélagið þrýsti á ríkisstjórn Ísraels að láta af ofsóknum í garð Palestínumanna með því að undirbúa og útfæra innkaupabann á vörukaup borgarinnar frá Ísrael í samræmi við innkaupastefnu borgarinnar eins og málshefjandi rakti hér áðan. Ég tel að það sé engin þörf á því að líta svo á að þessi tillaga útiloki frekari tillögur í framtíðin og telur reyndar að við eigum að líta á þetta sem skref sem að hægt sé að fylgja eftir í kjölfarið, til dæmis að undirlagi athugunar á vegum mannréttindaskrifstofu borgarinnar og það er eðlilegt að hafa undir ríki sem hér hafa verið nefnd eins og Kína. Það mætti nefna Sádi-Arabíu og fleiri. Nú ég vil sérstaklega hvetja til þess að borgarstjóri taki þetta mál upp ef að tillagan verður hér samþykkt á vettvangi borgarstjóra Norðurlandanna og ræði þar hvort grundvöllur sé fyrir samstöðu norrænu höfuðborganna sameiginlegar aðgerðir í þessa veru. Og það hefur verið bent á það að bæði Kaupmannahöfn og Stokkhólmur hafa stigið ákveðin skref í þá átt að sniðganga vörur sem framleiddar eru á hernumdu svæðunum og rétt að hafa mismunandi valkosti á borðunum þegar mögulegt samstarf frændþjóða er til umræðu. Ég styð þessa tillögu heils hugar sem táknræna aðgerð til þess að styðja þjóð sem hefur sætt ofsóknum af hendi nágranna sinna áratugaskeið, þjóð sem á skili meiri stuðning en alþjóðasamfélagið hefur megnað að veita til þessa. Og þó við séum sannarlega fámenn þjóð með takmarkað afl, þá höfum við rödd sem við getum látið berast á alþjóðavettvangi og við eigum frændþjóðir sem við getum og eigum að virkja í skynsamlegri útfærslu þessa máls með það að markmiði að hjálpa saklausu fólki í nauðvörn. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá er Greta Björg Egilsdóttir, borgarfulltrúi, næsta mælendaskrá. Forseti, borgarstjóri og kæru borgarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja aðeins öðrum enda heldur en kannski flesti borgarfulltrúar sem hafi hér mál sitt, en ég ætla bara að byrja því að óska Björk Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa til hamingju með það ákvörðun sem hún hefur nú tekið að fara sem til
Palestínu sem sjálfboðaliði og hverfa því loknu aftur til félagsráðgjafarstarfsins þar sem ég er viss um að hún mun láta til sín taka. Ég er viss um að þessi ákvörðun hefur örugglega ekki verið auðveld, heldur vel íhugað þar sem borgarfulltrúinn hefur starfað lengri í borgarstjórn og hefur sjálf sagt mér frá því að hún sé velferðarkellingin. Svo ég vitni nú beint í hennar eigin orð. Ég ætla ekki að fara efnislega í tillöguna eins og margir aðrir borgarfulltrúar hafa gert hér á undan mér, enda hafa þeir rakið hversu flókið þetta mál er þegar kemur að mannréttindum og mannréttindabrotum hinna ýmsu ríkja í heiminum. Og hvaða stefnu við sem borgarstjórn og borg ætlar að setja sér þegar kemur að viðskiptum við ríki sem að brjóta mannréttindi, en það er full ástæða til þess að fara ítarlega yfir þá stefnumótun. Af samtali við, ég er fullviss um að þessi tillaga borgarfulltrúans er sett fram í góðri trú og hún þekkir þessi mál betur en við flest sem hér sitjum inni. En af samtali við flokksfélaga mína og aðra borgarbúa þá ætla ég að leyfa mér að kasta því hér fram að ég sakna þess að síðasta tillaga borgarfulltrúans Bjarkar Vilhelmsdóttur skuli ekki varða velferðarmál í Reykjavík þar sem hún hefur sjálf mótað málaflokkinn síðastliðinn áratug eða lengur. Það hefði verið ánægjulegt að mínu mati ef að síðasta tillaga borgarfulltrúans hefði snúið að íbúum Reykjavíkurborgar þar sem að það er hefð fyrir því að síðasta tillaga borgarfulltrúa, fráfarandi borgarfulltrúa sé samþykkt. Ég vil þó sjálfsögðu taka fram að með þessari skoðun að þessari persónulegu yfirlýsingu eða hvað sem þið vilja kalla það, þá er ég að sjálfsögðu ekki að kasta rýrð á íbúa Palestínu eða þeirra aðstæður sem íbúarnir þar búa við eða öll þessi ömurlegu og stóru mannréttindabrot sem við erum að horfa upp á hverjum degi. Persónulega er því miður ekki tilbúin að greiða tillöguna atkvæði þar sem það er ekki búið að móta heildstæða stefnu borgarinnar þegar kemur að þessum málum eins og ég minntist á áðan. Og svo er líka spurning hvort að þetta sé rétta leiðin til þess að láta rödd okkar heyrast og standa vörð mannréttindi allra sem þannan heim byggja og ég ætla ekki að vera sú sem dæmir það hér og nú. Að því sögðu vil ég þakka Björku Vilhelmsdóttur fyrir mjög ánægjulegt og lærdómsríkt samstarf í velferðarráði og góðar móttökur þegar ég hóf setu mína í ráðinu og óska ég borgarfulltrúanum velfarnaðar í þeim störfum sem hún mun taka sig fyrir hendur og veit að við höfum ekki heyrt að síðast af henni hvað velferðarmál borgarinnar eða landans varðar. Takk. Greta Björk Egilsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, næst á mælendaskrá. Háttvirtur borgarstjóri er óska eftir að taka til máls. Best að leyfa honum það. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn, ég kveð mér hljóðs í þessari umræðu og vil segja þeim upphafi að ég styð tillöguna. Eins og margir hafa komið inn á í umræðunni er þetta eins og ekki einfalt mál. Það er ekki einfalt mál að hafa áhrif á ríkisstjórnir þegar mannréttindi eru annars vegar. Það er ekki einfalt mál að hafa áhrif á átök sem eru stundum vopnuð í öðrum löndum, hvað þá í gegnum samþykktir borgarstjórnar. Og ég held að sé farið þannig flesta sem hafa fylgst með og eiginlega horft upp á ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og þá stöðu sem palestínska þjóðin hefur lifað við að ég held að flestir hafi fundið fyrir miklu valdaleysi og magnleysi vegna þess að eins og hér hefur komið fram að þá í einhvers konar þrátefli stórvelda hefur ekki tekist að finna lausn í gegnum alþjóðakerfið, í gegnum alþjóðalög sem samt er sett upp til þess að standa vörð rétt og hagsmuni einstaklinga. Það er líka alveg rétt sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom hér inn á að það getur verið flókið að ráða fram úr því hvernig eigi að vinna að og beita einstök ríki þrýstingið þegar kemur á mannréttindamálum. Það getur verið býsna flókið. Og ég þá bara að gefa mér hans ég ekki afvegaleiða umræðuna hér stöðuna í málefnum Ísraels og Palestínu með að draga málefnin í Kína og stöðu mannréttindamála þar inn í þau og reyna að líkja saman því að taka þátt í málþingi á vegum Evrópusambandsins og viðkomandi stjórnvalda saman við það hvort eigi að taka þátt í alþjóðlegri samstöðu að sniðganga vörur frá Ísrael í þessu tilviki. Ég myndi
glaður sækja fundi í Ísrael á vegum Evrópusambandsins og Ísrael stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs eða eiga önnur samskipti þarum, vegna þess að ég held að slík samskipti séu af hinu góða og nauðsynleg til þess að auka gagnkvæman skilning, og ég held að í öllum þeim samskiptum sem að við höfum haft við heimastjórn Palestínu, til dæmis í tengslu við hugmyndir jafnvel stofnun vinaborgarsambands við Betlehem sem hefur komið til tals á undanförnum árum, þá hafa Palestínumenn alltaf lagt á þá ríka áherslu að leið væri tækifæri nota til þess að hitta stjórnvöld í Ísrael og eiga samskipti. Sniðgang á vörum neyðarúrræði, það þó friðsamlegt og ekki eins og vopnbeiting. Það raun það takmarkaða vald sem við sem kannski einstaklingar og í þessu tilviki borg getum haft til þess að hafa áhrif og senda pólitísk skilaboð. Það rétt aðferðin? Það hlýtur alltaf að vera vafamál og það hlýtur að vera umræða. Því var hafnað mjög lengi í tilviki Ísraels og Palestínu, en á síðustu misserum að þá komin fram alþjóðleg hreyfing sem að virðist vera að fá byr undir vængi og að hafa áhrif bæði á umræðuna og andrúmsloftið í tengslum við þessi mál. Það allavega mín skoðun, og það rétt sem hér kom fram hjá borgarfulltrúa Skúla Helgasyni í mjög góðri ræðu að þessi mál eru líka til skoðunar í borgarstjórnum Kaupmannahafnar og Stokkhólms, og ég skal glaður taka þetta upp við borgarstjóra í höfuðborgum Norðurlanda sem hafa raunar margar býsna mikil og miklu meiri samskipti við Kína heldur en við, meðal annars á viðskiptagrunni, vegna þess að telja það vera bestu leiðin í því tilviki til þess að hafa jákvæð áhrif meðal annars á stöðu mannréttinda í því landi. En leið hafa borgarstjórnir allavega í Stokkhólmi og Kaupmannahöfn gefið það til kynna að þau væru tilbúin að taka og útfæra sniðgöngu á vörum frá hernumdu svæðunum fyrir botni Miðjarðarhafs vegna þess að þau telja að það geti sent pólitísk skilaboð inn í það umhverfi. Og sama má raunar segja forsætisráðherra Svía, verðandi forsætisráðherra Noregs, Støre og aðra formenn jafnaðarmannaflokka sem birtu sameiginlega grein á liðnum vetri þar sem þau gerðu grein fyrir stefnu norrænna jafnaðarmannahreyfinga í málefnum Ísraels og Palestínu. Það viðurkenna allir að þetta mjög flókin deila. Það viðurkenna allir að það fer fram ofbeldi á báða bóga, en leið þetta ótrúlegt upp á að horfa fyrir allt almennilegt fólk, eins og sást best í árásunum á Gaza á liðnu ári. Þess vegna hef ég verið stoltur af samstöðu og framgöngu íslenskra stjórnvalda varðandi viðurkenningu á sjálfstæðu ríki Palestínu. Ég ekki að líkja þessu máli og útfærslunni sem við eigum að hluta til eftir við það. Ég held að það hafi verið miklu stærra skref og við erum út af fyrir sig samferða og í samfloti við marga aðra sem að hugsa á svipuðum nótum. En ég held að það skiptir samt máli að við undirstrýkum að okkur ekki sama. Og þess vegna tek ég undir þessa tillögu Bjarkar Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa. Það þar með sagt að við séum að gera lítið mannréttindabrotum annars staðar eða séum ekki að undirstrika að við ætlum að berjast fyrir þeim? Nei, og ég held raunar að það sé algjörlega í anda innkaupastefnu Reykjavíkurborgar og þeirri áherslu sem þar lögð á umhverfismál og mannréttindi að við tökum svona þætti og siðferðilega þætti oftar til skoðunar. Þegar við erum að bjóða út eða taka ákvarðanir af þessu tagi, þó svo ég undirstriki enn og aftur að það geta verið alls konar vafamál og mismunandi skoðanir á því hvað farsælast til árangurs. En við höfum þó alltaf dæmið af Suður-Afríku
heldur einhver í endurminningunni að það hafi verið algjör samstaða það að beita Suður Afríku viðskiptaþvingunum. Nei, Margaret Thatcher barðist til dæmis, forsætisráðherra Bretlands barðist til dæmis alltaf gegn því. Og þannig var fleiri. Enga síður held ég að dómur sögunar hafi verið sá að það hafi verið viðskiptaþvinganir og pólitískur þrýstingur víða að, ekki síst frá almenningi sem að hafi skipt verulegu máli þar. Er gefið að það muni gera það í tilviki Ísraels og Palestínu? Nei, því miður, það er alls ekkert gefið í því. Og þeir sem að þóttust himinn hafa höndum tekið þegar að deilendur fengu sameiginlega friðarverðlaun Nóbels og eitthvað raunverulegt virtist vera að gerast, hafa því miður á undanförnum árum margoft orðið fyrir gríðarlegum vonbrigðum. Það er eins og að hyggja þegar þetta er útfært og ég held að það sé skynsamlegt sem hér er sagt að horfa til þess hvernig borgir hafa farið í öðrum löndum. Ég held að það sé líka skynsamlegt að vera í sambandi við utanríkisráðuneytið. Ég held að það sé skynsamlegt að ræða við sendiherra bæði Palestínu og Ísraels málið til þess að undirstrika af hvaða hug þetta er sett fram og hvers vegna borgarstjórn vilji fara þessa leið. Það er nokkuð svipað og við gerðum þegar til tals kom að slíta systraborgarsamstarfi við Moskvu, sem raunar var svo ekki niðurstaðan, meðal annars eftir samráð við samtök samkynhneigðra í Moskvu, en að þegar hér var sérstaklega það spurt að borgarfulltrúi Kjartani Magnússyni hvort að borgarstjóri hefði fylgt eftir erindi þáverandi borgarstjóra Jóns Gnarr gagnvart kínverskum stjórnvöldum, að þá get ég upplýst það að já, að á fundi mínum með sendiherra Kína 19. nóvember á síðasta ári, þá lagði ég fram bréf til að ítreka stuðning minn og okkar við áhyggjur PEN-samtakana, alþjóðlegra samtaka rithöfunda, af afdrifum Lý Xiaobao, sem var málið sem að fyrrverandi borgarstjóri hafði tekið upp. Þetta gerði ég eftir að hafa greint borgarráði frá því að ég myndi gera það og veit ég hef stuðning allra hér í þessum sal. Og það er önnur aðferð, en hún getur líka verið árangursrík og ég held að þegar mannréttindi eru annars vegar, þá eigum við ekki að útiloka neitt, heldur vera sífellt með það í huga þótt stundum í litlu sé hvað við getum gert til þess að ýta áfram málstað mannréttinda og sjónarmið mannréttinda í öllum okkar samskiptum, bæði hér okkar á milli, í okkar eigin borg og okkar eigin landi, en líka í samskiptum við sendiherra erlendra ríkja, samskipti við erlenda borgir á alþjóðavettvangi og fjölþjóðlegum fundum sem við sækjum ýmist sem fulltrúa borgarinnar, sem fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga eða annarra. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon er óskað eftir að taka til máls eða veita andsvar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir að svara spurningum mínum og fara yfir málið. Og eins og hann segir, þá eru mörg álitamál í þessu. Ekki skal ég draga úr því. Og ég er í sjálfu sér ekkert á móti því að borgarstjóri eða borgarfulltrúar var eftir atvikum ferðist til annarra landa og taki þar þátt í ráðstefnum. Ég hef setið ýmsar góðar ráðstefnur erlendis og ýmsar slæmar reyndar líka. Þetta er svona misjafnt eins og menn þekkja. En ég held að ég hef alltaf, þegar við farið í slíka ráðstefnur sem borgarfulltrúi, þá hef ég farið á vegum borgarinnar og kostnaður verið greiddur af borginni og þá er maður á sínum vegum, sko, en svo má segja. Það hlýtur að vera óþægilegt, það hlýtur að binda, minnst sko að hætta að það bindi hendur manna ef þeir ferðast á ákveðna ráðstefnur eða ákveðna viðburði
sem þiggjendur, sem svona gistivinir í boði þarlendra stjórnvalda. Það hefur oft verið fjallað þetta erlendis þegar erlendir stjórnmálamenn að fara, og ég held að menn alltaf komast að raun það að það gæti bundið hendur manna, það væri óþægilegt ef menn væri þiggjendur. Þegar menn fara á þær aðstæður og ætla að lýsa yfir pólitískri skoðun, þá verða menn að fara á vegum sinna borgar, þannig að þeir sem þeir eru kannski hugsanlega eiga samskipti við og ætla að fara að gagnrýna, að þeir eigi ekki neitt inn í hjá manni. Og meðal borgarfulltrúa og alþingismanna þá hefur nú mjög mikið verið rætt til dæmis bara þessa Kínaferðir sem hér var komið inn á, og Kínverjar eru auðvitað mjög viðkvæmir fyrir því að það sé talað þá við mannréttindamál og vilja helst ekkert af því vita. Það var hér uppistand á sínum tíma þegar Jón Gnarr tók þessi mannréttindamál upp í kínversku sendinámt. Það hefði ekki verið talað það fyrirfram og tiltekjum á því segja að prótókollurinn hafi verið brotinn. Ég veit ekki hvort að sendinefndir kínverskar hafa komið hingað síðan, men það var allan sagt við okkur ég heyrði að minnst frá manni úr utanríkisráðuneyti á þeim tíma að það sem prótókollur hefur verið brotinn, Kínverjar vildi ekki heyra þetta, þá var ekkert víst að þeir myndu vilja koma aftur í ráðhúsið eða þeir gætu átt von á slíkum trakteiningum. Bara gaman að því. En það er svona, það hafa auðvitað fjölmargar íslenskar sendinefndir farið til Kína og á vegum borgarinnar. Ég hef nú ekki gert það sjálfur, en ég hef heyrt frá mönnum sem hafa gert það og þegar verið lýst fyrir mér, þetta er stundum kátlegt að stundum óska menn, það er alltaf óska eftir fyrirfram þegar menn eiga að hitta kínverska stjórnmálamenn að máli, þá er yfirleitt óska eftir fyrirfram að menn lýsir í hvað þeir viljið tala, og það hefur stundum ekki verið veltekið í það þegar að menn hafa viljað ræða mannréttindamál, og svo hafa eitthvað svona samskipt átt sér stað það að allt í lagi við tölum mannréttindamál, þeir megið lýsa ykkar skoðunum bara örfáum mínútum og við okkar örfáum mínútum, og mér nú sagt að þetta hafi nú yfirleitt verið mjög svona yfirborðskennt og ekki kannski miklar líkur til þess að slíkur fundur milli kannski 3 íslenska stjórnmálamanna og 3 kínverska hafi mikil áhrif á þá, og mjög sjaldan eða jafnvel aldrei það að ræða að menn geti á okkur með opnum fundum í Kína Íslendingar lýst skoðun sinni. Þannig hefur verið lýst fyrir mér að þessi samskipti þetta sé mjög yfirborðskennt. Þó skal ég ekki draga úr því að það kunni að vera hægt að fyrir íslenska stjórnmálamenn ef við farið til Kína að koma skoðunum sínum á framfæri í ákveðnum málum, en mjög sjaldan á opnum fundum, en kannski er hægt á ráðstöfunum þar sem allir hafa málfrelsi, en þá hlýtur nú að vera affara sælla að menn séu að farið þangað á eigin vegum og borgi sjálfur kostnaðinn við sem sagt ferðina, uppihaldið og hótelið, en séu ekki gistivinir og þiggjendur í þessu samstarfi. Ég held að við hljótum að geta verið sammála það, og að minnsta kosti, ég man ekki hvernig þessar ferðir voru farnar sem borgarstjórinn var að vísa til, en ég að minnsta kosti man ekki eftir því að hafa lesið neinar fréttinu það að tækifæri hefði verið notað leið og ferðinu var þegin þarna austuruttir að koma framfæri áhyggjum okkar yfir stöðu mannréttindamála í Kína. En það má Jón Gnarr hins vegar eiga að það gerði hann algjörlega svikalaust þegar hann gat í sínu embætti, og það var gert opinberlega. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá er háttvirtur borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það kann að hafa farið fram hjá borgarfulltrúunum, en ég fór sem sagt á sameiginlegan fund, svokallan EU-China High Level Meeting, sem var kostuð af Evrópusambandinu, og hingað til hafa verið haldnir ýmsir fundir og við erum í ýmsu alþjóðasamstarfi sem oft greitt af alls konar alþjóðastofnunum. Til þess að vakna ekki spurningar hagsmunaárekstra þá höfum við útbúið þar til gerðar reglur hagsmunatengsl þar sem við gerum grein fyrir þessum ferðum, og þess vegna eru núna 5 ár síðan ég gerir grein fyrir annarri ferðinni og 4 ár fyrir hinni, og mér er ljúft og skylt að fjalla þetta, og ég held að það væri bara gagnlegt, þannig að borgarfulltrúinn þurfi ekki að hafa spurnir af ferðum af þessu tagi af afspurn,
hann myndi þekkjast slíkt boð og koma þar á framfæri sínum sjónarmiðum. Það ekki víst að allar ferðir borgarfulltrúa rati í fjölmiðla, ég held að þær geri það nú reyndar fæstar, þannig að ég alls ekki viss að það hefur ratað neitt í fréttir fjölmiðla á sínum tíma þó að þetta hafi verið allt saman opinber gögn og fyrir hvert sem að sjá og spurja og velta fyrir sér. En ég ítreka það að ég tek því þannig að borgarfulltrúinn sé alls ekki að reyna að afvegaleiða umræðunni að draga athyglina frá því sem hér að ræða, sem að ræða bestu eða skástu leiði til að koma sjónarmiðum og áhyggjum okkar af stöðu mannréttinda í Palestínu og í samskiptum Ísraels og Palestínu á framfæri. En það gert með þessari tillögu. Sambærilega tillögur eru til umfjöllunar í borgarstjórnum Kaupmannahafnar og Stokkhólms. Við höfum rætt að hér að hafa samráð við þessar borgir næstu skref og útfærsluna á þessu og það samkvæmt tillögunni meðal annars á minni hendi og ég mun reyna að rækja það af trúmennsku. Borgarfulltrúinn þarf ekki að hafa ágjörð af því að prótókoll vefjist fyrir hvorki þeim sem hér stendur eða fyrrverandi borgarstjóri í því að koma sjónarmiðum okkar varðandi mannréttindamál á framfæri við stjórnvöld í Kína. Það höfum við gert eins og fram hefur komið í borgarráði og ég lagði fram sérstakt bréf á fundi mínum með sendiherra Kína 19. nóvember í fyrra og það sjálfsagt að senda það borgarfulltrúanum ef að hann hefur áhuga á því en læt að öðru leyti linna þessum svörum og göngum væntanlega til afgreiðslu á tillögunni. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi næst á mælendaskrá. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka mjög málefnalega og góða umræða þessa tillögu. Það hefur oft verið talað það hér í dag hversu flókið ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs. Ég held að það sé alveg óbáslega flókið fyrir Palestínumenn að lifa undir hernáminu, að komast ekki leiðar sínar vegna þess að það alltaf 9 metra hár múr sem skilur þá að frá ökrónum sínum, frá fyrrum vinnustöðum, frá öðrum stöðum. Þeir þurfa að keyra sérstaka vegi af því að það sér vegakerfi fyrir Ísrael og annað fyrir Palestínumenn og þeir þurfa að fara svo oft í gegnum alls konar svona varðstöðvar og eftirlit og ég held að það sé fyrst og fremst flókið. Og ég hef reyndar séð það nokkrum sinnum og ætla að sjá það betur núna á haustmánuðum þar sem að ég mun búa í litlum bæ sem heitir Dýr Istía og hjálpa bændafjölskyldum við ólífuuppskeru. Því að þau þurfa að fara í gegnum svona og með leyfi gegnum varðstöðvar og múr til þess að komast að ökrónum sínum. Þannig að ég ætla bara að vera með í því. Ég held að það sé flókið og vonandi lausnin fólkin í því bara að fara lögum og sjálf held ég reyni oftast að fara lögum nema þegar það einstefna gata svona stutt þá fer ég ekki að lögum. En ef að Ísrael myndi nú fara af alþjóðalögum þá væri þetta ekki svona flókið. Þannig að ég held að getum alveg snúið þessu við. Og mér finnst líka merkilegt í þessari umræðu hvort að þetta með Kína og ég styð ekki stjórnvöld í Kína. Og ég veit að við getum ekki bjargað öllu flóttafólki sem að koma frá Sýrlandi eða Eritreu eða öllum þeim löndum þar sem að mikil ófriður ríkir eða endalausir þurrkar vegna þess að við lifum svo vel hér á norðurhvelinu. Við getum ekki bjargað öllum en við getum kannski bjargað einhverju flóttafólki, einhverjum. Og það alveg þess virði að bjarga einu lífi. Það væri bara algjörlega stórkostlegt og ég held að flestum myndi finnast það stórkostlegt þegar við gætu bjargað einhverju lífi. Þannig að ég ætla ekki að bjarga öllu flóttafólki heimsins né öllu mannréttindabrotum heimsins. Þau eru svo víða. En við getum og við bókum það hér á eftir að við eigum að skoða okkar innkaup
með tilliti til svona mannréttindasjónarmiða sem að mannréttindaráðið okkar passar upp á og innkaupareglurnar byggja á. Þannig að ég held að það sé einhvern veginn svona þannig sem við þurfum að haga okkur. Og ég vona að við getum. Annars finnst mér þetta mjög góð umræða og mér finnst líka allt í lagi að við séum ekki öll sammála. Það var einhvern tímann hefð fyrir því að það ætti að samþykkja svo lokatillögur, við finnst svo hefð ekkert góð. Og ég vil þakka fyrrum borgarstjóra, Jóni Gnarr, fyrir það að geta sett á dagskrá mál sem ekkert endilega hefð fyrir að setja á dagskrá. Og það er það góða, það veitir ekki af að poppa upp þessa samkundu hérna. Ég ætla að tala það kannski á eftir, ég veit það ekki. En við getum alveg gert eitthvað nýtt og þó að það sé ekki hefð fyrir því. Þannig að þið megi alveg vera á móti minni tillögur. Það er ekkert mál, ég mun ekki erfa það við einni neitt, því að við erum kannski bara ósammála. En mér langar til þess að við beitum okkur og tel að borgin geti verið með skilaboð það að við viljum ekki kaupa inn vörur frá Ísrael á meðan þeir eru ekki að fara að alþjóðalögum, á meðan þeir eru með hernám á annarri þjóð á grundvelli kynþáttar og uppruna, á meðan þeir múra fólk inni. Þá er ég til í að beita mér fyrir því og síðan bara tökum við bara næsta skref þegar þar að kemur. Og endilega björgum líka einum flóttamanni ef við getum. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og við göngum til atkvæða breytta tillögu borgarfulltrúa Björkar Vilhelmsdóttur. Óskar borgarfulltrúar eftir að hún verði lesin upp. Eins og ekki, þá göngum við til atkvæða. Þau sem samþykkja tillöguna gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 9 atkvæðum. 5 borgarfulltrúar greiða atkvæði gegn tillögunni. Við göngum þá til 3.